Komið sæl. Ég ætla að tala núna kafla 134 til 147 í Brennu Njáls sögu. Næstu kaflar þeir fjalla eftirmálin, eftir brennuna miklu þarna á Bergþórshvoli. Margir þessi kaflar sem eru hér til umræðu eru mjög langir með löngum útlistunum á lagaflækjum og lagaklækjum og þeir lesi bara hratt yfir þessa kafla en þið þurfið að ná aðalatriðunum, vitum hvað málið snýst og ég ætla að reyna að draga hérna aðeins fram þessi aðalatriði. Má eiginlega segja að þessu tvö lið, þótt þetta sé kannski svolítil einföldun, en það eru annars vegar brennumennirnir og þeir sem þá styðja og svo þeir sem eiga einhverja harma að hefna eftir Njál og eftir brennuna. Nú í brennumennirnir það eru fyrst og fremst þetta Flosi og Sigfússyni sem voru við brennuna. Svo Síðuhallur sem var ekki við brennuna en henni tengdafaðir Flosa og styður þetta Flosa og vill hjálpa honum. Nú, svo það höfðingjar á Austfjörðum sem að Flosi heimsækir hérna í kafla 134 og fær til liðs við sig og að ráði Síðuhalls og svo seinna fær hann höfðingja á Norðurlandi, nokkra þarna til að ganga til liðs við sig á Alþingi og svo lögfræðingurinn hans á Alþingi Eyjólfur. Við kynnumst honum aðeins betur og eftir ég tala meira hann þá. Og svo það þeir sem eiga að harma hefna eftir brennuna, það auðvitað Kári Sölmundarson sem var auðvitað mikill vinur Njálssona og tengdasonur Njáls, hann slapp lifandi úr brennunni og svo hann faðir Þórðar Kárasonar sem brann inni með Njál og Bergþór, þarna barnabarn þeirra sem vildi ekki skiljast við ömmu sína afa í dauðanum. Nú, svo það Ásgrímur Elliðagrímsson sem þarna mikil höfðingi, hann tengdafaðir eða var tengdafaðir Helga Njálssonar sem að Flosi drap þegar hann reyndi að komast út úr brennunni dulbúin sem kona. Nú, svo Þorgeir Skorargeir, hann þarna mikill vígamaður og hetja, hann frændi Njáls og hann á bræður sem heita Þorleifur Krákur og Þorgrímur hinn mikli, þeir eru auðvitað þannig í þessu liði. Svo Þórhallur Ásgrímsson, hann auðvitað bróðir tengdadóttur hans Njáls, sem var gift Helga Njálssyni og svo tók Njáll líka í fóstur og kenndi honum lög, þannig að honum þykir mjög vænt Njál og viðbrögð hans við því þegar hann fréttir að Njáll dáinn alveg gífurleg, það gýs eiginlega bara blóð út úr eyrunum á honum, þetta mjög dramatist og hrikalegt allt saman. Nú svo lögfræðingurinn Mörður Valgarðsson sem að þeir kúa til liðs við sig og hann fer með mál þeirra sem eiga að harma hefna eftir brennuna. Og í næstu köflum þá flakkar sjónarhornið svolítið á milli þessara tveggja liða. Við lesendur fáum að sjá til skiptis hvernig gengur í Flosa á þeim annars vegar og Kára á þeim hins vegar. Og í kafla 134 þá fer Flosi og hann safnar lið eftir brennuna. Hann fer að ráðum Síðuhalls og safnar hann lið og þetta mjög mikilvægt fyrir hann því hann búinn að gera þarna gífurlega mikið svona níðingsverk að brenna Bergþórshvol og Njál og það alla og margir mjög reiðir eftir þetta. Hann gengur alla Austfirði og biður höfðingja að koma að styðja sig á Alþingi og hann fær marga menn í lið með sér, suma gegn gjaldi. Í kafla 135 það fær sjónarhornið yfir til Kára og þeirra. Kári og Þórhallur Ásgrímsson þeir fara til Gissurar Hvíta og hann ráðleggur þeim að fá Þorgeir Skorargeir og hans bræður með sér til Marðar Valgarðssonar og pína Mörði til að taka sér þetta mál. Til að koma í veg fyrir að Mörður muni segja nei þá Kári að hóta því að ef hann neitar þá muni Gissur taka heim Þórkötlu, dóttur sína sem eiginkona Marðar og láta þau skilja. Mörður hann byrjar auðvitað að neita, ætlar alls ekkert að gera þetta mál um einhver leiðindavesen en svo skiptir hann skoðun leið og Þórkatla fyrir að pakka saman og ef til vill þetta samanlega ráð hjá Gissuri, Kára og Þórkötlu. Mörður þykir greinilega mjög vænt hana því að hann vill alls ekki hún fari og tekur að sér málið og Þórkatla hann fyrir ekki neitt. Nú svo fara menn að safna saman á Alþingi þar sem á að taka upp málið. Þórhallur Ásgrímsson, hann mætir, hann veikur, hann með gríðarlega stórt kýli á fætinum, svona fótarmein og fyrir neðan hnérun svona sem með konulæri, eins og kemur fram í sögunni. En það nauðsynlegt að hann sé með á þinginu enda hann mjög lögfróðamaður og hann kann allar svona lagaflækjurnar sem að Njáll hefur yfirleitt verið með því að Njáll kenndi honum þetta. Og í kafla 137 það fer Flosi af stað með sitt lið, 100 manns. Á leiðina þing það koma þeir við í Bræðratungu til að tróða illsakir við Ásgrím Elliðagrímsson, sem vekja upp illdeilur þarna á milli. Flosi veit að Ásgrímur ekki vinur hans, enda var Ásgrímur tengdafaðir Helga Njálssonar sem Flosi drap og hann tengdi Njáli öllum þeim á Bergþórshvoli og það var dapur eftir það allt saman. En Ásgrímur hann tekur svo mjög kurteislega við Flosa á leiði hans og býður þeim þarna í morgumat en reynir síðan þegar þeir eru búin að borða að drepa Flosa og það mistekst og Flosi hann vill ekkert gera Ásgrími, ekki drepa hann á staðnum þótt að hann hafi alveg tilefni til og möguleika því að hann með 100 manna lið með sér. Þannig hann fer bara í burtu með allt sitt lið og þarna fyrirgefur Ásgrími þetta því að Ásgrímur á að harma hefna eins og hann veit.
Og þetta auðvitað ákveðið plotta því að með þessu þá á Flosi eitthvað sökótt við Ásgrím af því að Ásgrím er búinn að reyna að drepa hann og getur ef til vill nota gegn honum síðar. En í kafla 137 þá mætast liðin tvö, Þorgeir Skorageir og þarna með mikið lið og fleiri þeir þarna fylgja sínu liði og brennimennirnir þeir verða nú hálf hræddir og grípa allir vopna og það stefnir allt í bardaga þarna strax. En Ásgrímur Elliðagrímsson hann tekur ekkert vopna og það verður ekkert þarna úr bardaganum að sinni. En það er samt mjög mikil spenna þarna á milli liðanna tveggja. Í kafla 138 þá segir einn af austfirsku höfðingjunum sem að Flosi var búinn að fá með sér í lið að segja við hann að hann verði nú að fá góðan lögfræðing í þetta mál og bendir honum á Eyjólf Bölverksson sem er talinn þriðji lögkænsti maður á Íslandi og það að vera góður lögfræðingur þarna er greinilega sá sem að getur flækt málin sem mest eins og við munum sjá. Þannig að hann er ekki besti, ekki annar besti, heldur þriðji besti en hann fær hann þarna með sér í lið. Þetta er svona stjörnu lögfræðingur eiginlega, hann kostar mjög mikið og fyrst vill hann ekki hjálpa Flosa. En loks mútar hann honum eiginlega, gefur honum mjög verðmætan hring og borgar honum auðvitað mikið fyrir þannig að Eyjólfur fellst að lokum til að taka sér málið. Nú í kafla 139 þá erum við þarna með Ásgrími Elliðagrímssyni, Kára Sölmundarsyni, Gissuri hvíta, Þorgeiri Skorageir og þeir frétta að Flosi hafi mútað Eyjólfi lögmanni til að taka sér málið. Og Gissur bendir þarna réttilega á að þeir þurfa þetta líka biðja liðs og þannig að þeir tala við Skafta Þóroddsson sem er þarna maður sem hefur komið fyrir áður þegar að þeir Njálssynir voru að biðja lið á Alþingi eftir vígið á Höskuldi Hvítanesgoða og Skafti Þóroddsson var einn af þeim sem spurði hver er sá sem fjóru ganga fyrir þarna munið og átti þá við Skarphéðin og var með einhverjar blammeringar og þá var Skarphéðin með mikla blammeringar á móti undir kafla 119. Þannig að Skafti vill núna ekki styðja við þessa menn, hann er alls ekki búinn að gleyma skítkasti Skarphéðins. Nú Snorri goði þegar hitta hann og tala við hann býst svona freka við að liðin tvö muni berjast á þinginu frekar en að það verði bara allt í fínu með dómsmálið. Snorri goði, hann lofar því að hann muni verja þá, Kára og Gissur og Ásgrími þá í bardaga ef að það þarf, þó hann muni ekki ganga með þeim til dóma. Og svo í kafla 140 þá bætist Guðmundurinn ríki við þeirra lið og lofar að styðja þá. Svo í kafla 141 þá flytur Mörður Valgarðsson málið fyrir hönd Ásgríms og Kára þeirra. Hann ákærir Flosa fyrir hönd Þorgeirs Skorageirs vegna vígs Helga Njálssonar. Þorgeir Skorageir hann ákærir Glúm Hildisson hafa kveikt í Bergþórskoli, Kári hann ákærir Kol og Gunnar Lambason og Grana Gunnarsson og það eru fleiri ákærið þarna í löngu og miklu máli. Nú, Eyjólfur lögfræðingurinn hans Flosa, hann er eiginlega alveg viss nú þegar að Flosi muni tapa málinu og þess vegna bregður hann á það ráð að snúa út úr öllu saman með lagaflækjum. Hann fær Flosa til að segja af sér sem goði og fela bróður sínum goðorðið og Flosi segir sér til þings með goða að norðan. Og ef að Mörður fréttir ekki af þessu, þá mun hann nefnilega stefna Flosa fyrir Austfirðingadóm, þar sem að Flosi býr í raun á Svínafelli, og það er því eðlilegt, en vegna þessar tilfærslu með goðorða það, þá er Flosi nú komið með lögheimili sitt eiginlega norður í Norrlendingagoðorð og þá verður að stefna málinu til einhvers annars dóms, til 5. dóms. Þannig að þarna eru svona klækjur sem að Eyjólfur setur fram til að reyna að eyðileggja og spilla málinu. Svo í kafla 142 þá að dæma, menn fara til dómana vígbúnir, þeir eru tilbúnir með vopn og svona ef eitthvað kemur nú upp á. Þórhallur Ásgrímsson, hinn lögfróði sem er með kýlimunni á fætinum, og fóturinn svo konulær, hann verður eftir heima í búðinni út af þessu fótameini. En Mörður hann segir fram sakirnar, segir þar fram í Austfirðingadómi sem er auðvitað rangur staður því að Flosi er búinn að flytja þarna lögheimili sitt. Eyjólfur reynir að spilla málinu á ýmsan annan hátt, til dæmis vegna einhverja tengsla, kviðdómenda við Mörð og fleira. Og Mörður og þeir senda sendimann fram og tilbaka til að fá ráð hjá Þórhalli Ásgrímssyni sem er veikur heima með fótameini minni. Og hann er svo klár lögmaður, miklu klárari en Mörður, og hann sér við þessum klækjum hans Eyjólfs og tekst að koma í veg fyrir að það spilli málinu. Loks tekst Mörði að sækja málið eftir miklar tafir þarna, búið að fara fram og tilbaka heilengi, en svo í kafla 143, þá tilkynnir Eyjólfur að málið sé ógilt af því það er sótt í röngum dómstóli. Sem sagt ekki í Norrlendingadómstóli þar sem að Flosi býr núna lagalega séð,
heldur í Austfirðingadómi þar sem hann bjó áður. Nú í kafla 144 er enn reynt að flækja málin. Núna mælir Þórhallur með því að stefna Flosa og Eyjólf fyrir að hafa mútað dómurunum og eitthvað svona. Þeim er stefnt til fimmtardóms, málin eru flutt fyrir fimmtardómi og þetta er afskaplega langt allt saman og flókið og síendurtekið og lagamáli greinilega á þessum tíma hefur nú ekki verið fyrir hvern sem er og það er ekkert skrítið að það sé að finna miklu flækjur á þessu og það þurfi mjög klára lögmenn til að geta fundið út úr þessu allir saman. Enda klikkar Mörður Valgarðsson á mjög flóknum reglum málatilbúnað. Þannig að Eyjólfur hann ónýtir málaflutningin sem fyrr vegna þessa klúður sem honum merði. Nú það er maður sendur til Þórhalls eftir þetta og í kafla 145 þegar hann fréttir af þessu bölvaðvesinni þarna verður hann svo reiður, hann tekur spjótið sitt og stingur í kýlið á fætinum á sér sem var svo risastórt og ógeðslegt. Þannig að það vellir blóð og gröftur hann út allt, bara flæðir eins og lækur í búðinni, ferlega ógeðslegt allt saman. Og eftir það getur hann gengið óhaltur, hann var auðvitað mjög haltur út af fótamenninu sínu, gengur óhaltur út af búðinni, fer beint að einum frænda Flosa og drepur hann með sama spjótu hann nýbúinn að stinga þeim á fótinn á sér. Og þetta verður upphafið að bardaga milli fylkinganna tveggja á Alþingi. Þannig að það verður þarna heljarnabardagi, liðið hans Flosa, því gengur ekki alveg nóg vel, liðið hans hopar. Flosi hefði sagt mönnum sínum að hörfa til almannagjár. Þið vitið á Þingvöllum hann að gjáin sem fer hann í gegn, þannig að hann Flosi hefði sagt mönnum sínum að hörfa þangað og verjast þar. En þeir komast ekki þangað því að Snorri goði og hans lið mættir og varnaðinn þarna. Sonur Síðuhals, Ljótur, hann er veginn. Kári hann drepur þarna Eyjólf Bölverksson, skýtur spjóti í gegnum hann og loks þá ganga Síðuhallur úr öðru liðinu, liði Flosa og þeirra og Snorri goði úr liði Kára og þeirra ganga með sitt liðamilli flokka og skilja liðin að loksins. Loks er ákveðið að grið eru sett og daginn eftir þá kveður Síðuhallur sér hljóðs á þinginu og biður menn að sættast. Kári og Þorgeir Skorageir tilkynna að þeir munu aldrei vilja sættast þetta mál. Þeir eru alls ekki tilbúnir að láta þetta bara kjurt liggja eftir brennumálið og það. Síðuhallur fyrir svo mikilvægt að sættast, hann er meira að til í það að sonur hans liggi óbættur, Ljótur sonur hans sem féll í bardaganum. Snorri goði hann ítrykkar þessi orð Síðuhalls og loks þá sættast allir nema Kári og Þorgeir Skorageir fyrir orð Síðuhalls og Snorra. Þeir hafa hann mikil áhrif, enda mjög miklu höfðingar, báðu tveir. Það gengi frá bótum eftir Njál, hann er bættur 3 manngjöldum og Bergþóru og Grím og Helga, þau eru bættur 2 manngjöldum og svo Skarphéðinn, hann er bættur því sama og að átt að bæta Höskuld Hvítanesgoða sem voru 600 silfurs og þetta er auðvitað ákveðin uppreisn æru fyrir Skarphéðinn sem einhvern veginn hefur ekki verið eins hátt í virðingarstiganum og margar aðrar hetjur sögunar. Þannig að allir sem létust í brenninu eru bættir, allir nema Þórður Kárason, sonur hans Kára. Nú Flosi og brennumenn eru gerðir útlægir af Íslandi. Flosi þarf að vera burtu í 3 ár en til dæmis Gunnar Lambason og Grani Gunnarsson og fleiri þurfa að fara bara ævilangt og mega aldrei snúa aftur. Og annars auðvitað ef þeir fara ekki þá eru þeir réttræpir á Íslandi. Þetta er svona eins og með Gunnar á Hlíðarenda þegar hann átti að fara utan og fór ekki. Nú eftir þetta allt saman mikla mál þá fer Flosi heim til sín en Sigfússyni þeir ákveða að fara ekki með honum eins og þeir hafa haldið liðinu þarna saman, heldur skreppa þér heim og svona skoða hvort það sé nú ekki allt í lagi heima hjá þeim og svona. Og þeir telja þetta óhætt af því að Kári og Þorgeir Skorageir, þeir halda að þeir hafi farið með Guðmundi ríka norður í land. En það er ekki rétt, af því að Kári og Þorgeir þeir frétta þannig af ferðum Sigfússona, þannig að þeir ákveða að fara og ráðast á Sigfússyni þrátt fyrir að þeir eru hans 2 á móti Sigfússonum og þeim sem eru 15. Nú Þorgeir og Kári þeir rekast á það sem þeir eru sofandi í laut við Kerlingadals á, þeir henda spjótum þeirra út í ána og vekja þá síðan. Drepa þarna nokkra menn og Þorgeir hann er með öxi Skarphéðins, rimmugíi og drepur þarna með henni og loks flýja Sigfússyni á hólmi. En Kári hann vill ekki fara eftir þeim og halda áfram og drepa fleiri að því að þarna er Ketill úr Mörk og Ketill úr Mörk sem er einn af Sigfússonum, hann er svili Kára því að þeir eru báðir giftir systrum, sem sagt dætrum Njáls. Nú Sigfússyni þeir komast loksins til Flosa á Svínafell og Síðuhallur hann ráðleggur Flosa sættast til Þorgeir Skorageir og gera allt til þess. Þorgeir hann vill ekki sættast en Kári segir við hann að hann ætli sér að vera óvinur Þorgeirs ef hann sættist ekki. Þannig að Þorgeir neyðist til þess að sættast við Flosa á það. En Kári vill ekki sættast sjálfur. Það er haldinn hann að sáttafundur að Höfðabrekku og Þorgeir fær 3. bótan eftir Njál og fjölskyldu. Útlegðin hans Flosa er þó ekki rift.
En hann hefur þannig 3 ár til að fara utan 3 ára frest og svo þarf hann að vera úti í 3 ár. Og nú er málinu auðvitað mestu lokið nema það er ennþá einn laus endi og það er Kári. Hann neitar að taka sáttum, enda er þetta með persónulegt frá honum. Hann á mikill að harma að hefna ennþá því að það var ekki bara þarna Njáll og allir vinir hans og þeir sem dóu hann í brennunni og hann sjálfur auðvitað sem var dónasti en tókst að sleppa, heldur dó sonur hans og hann er ennþá óbættur. Og hann ætlar sér að hefna Þórðar Kárasonar, sonar síns. En það eru örfáir kaflar eftir þar sem við fylgjumst með því hvernig Kári tæklar þetta mál. Og ég veit ekki lengri bili, takk fyrir að hlusta.